Þér geti fundist það ómögulegt að fyrirgefa einhverjum sem særi þig djúpt. En vissir þú að það að halda eftir fyrirgefningu veldur þér meiri skaða? Ímyndaðu þér þetta, þú ert með þungan stein í höndunum. Í fyrstu heldur að þú getur valdið honum. Það er bara einn steinn, en þegar tíminn líður þá áttar þú þig á því að handleggirnir eru aumir, krampi í fingurunum, allur líkaminn íþyngdur. Steinninn stækkar ekki, það er þú sem veikist. Þessi steinn er ófyrirgefning og því lengur sem þú heldur honum, því meira tekur það frá þér frið þinn, gleði þína og frelsi. Nú skulum við stíga inn í atburð sem er dýpri en nokkur mannleg dæmisaga. Sjáðu fyrir þér Jesú, negldan á grófan hvalakross. Blóð drýpur úr sárum hans, sársauki étur sig inn í sérhvern vöðva í líkama hans. Samt er augnaráð hans stöðugt, ekki af hatri, heldur af miskunn. Mannfjöldinn gerir grín af honum, hermennirnir kasta hlut fötin hans og samt talar hann orð sem breyta öllu. Faðir, fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Lúkas 23:34. Á því augnabliki býður Jesús ekki bara fyrirgefningu, hann er birtingamynd hennar. Hann sleppir þeim sem misþyrmdu honum, jafnvel þótt þeir séu enn að misþyrma honum. En hér er hinn yfirþyrmandi sannleikur. Fyrirgefning hans var ekki bara fyrir þá, það var fyrir þig og fyrir mig. Fyrir hverja manneskju sem nokkuð tíma hefur framið misgjörð og fyrir hverja manneskju sem hefur þjáðst undan þunga syndar einhvers annars. Þú sérð, fyrirgefning snýst ekki að afsaka synd eða láta sem sársaukin sé ekki til staðar. Jesús gerði aldrei lítið úr grimmd krossins. Fyrirgefning snýst að afsala sér réttinum til að hefna sín, bera hryggðina. Steinn biturleikan sem aðeins molar þína eigin sál. En við skulum vera hreinskilin. Okkur finnst það óeðlilegt að fyrirgefa einhverjum sem hefur sært okkur djúpt. Okkur finnst það ósanngjarnt. Svo hvers vegna kallar Jesús okkur til þess? Vegna þess að fyrirgefning snýst ekki sanngirni og snýst frelsi. Ófyrirgefning bindur þig við sársaukann, hlekkjar þig við augnablik brotsins. Það leyfir manneskjunni sem særði þig að búa ókeypis í huga þínum, stela friði þínum, á meðan þeir átta sig kannski ekki einu sinni á því hvað þeir hafa gjört. Samt er fyrirgefning ekki eitthvað sem við getum framkallað sjálf. Það er gjöf sem streymir frá Guði. Rétt eins og hann fyrirgaf okkur, gerir hann okkur kleift að fyrirgefa öðrum. Páll postuli skrifaði: Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Efesusbréfið 4:32. Náðirðu því? Eins og Guð hefur fyrirgefið þér. Fyrirgefning Guðs er ekki takmörkuð, ekki hikandi, ekki gefin af hálfkæringi. Hún er yfirfull, heil og ótrúlega óverðskulduð. Hugsaðu nú þetta. Þegar Jesús hékk á krossinum var hann ekki að fyrirgefa smábrot. Hann var að taka á sig þyngd sérhverra synda og svika, hverskins hörð orð, lega og óréttlætis og veitir fyrirgefningu fyrir það allt. Það var ekki auðvelt. Það kostaði hann allt og samt gerði hann það fúslega, því kærleikur veitir alltaf fyrirgefningu. En við skulum ekki sleppa því erfiðasta í orðum hans. Þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hvað ef manneskjan sem særði þig skilur í raun ekki dýpt skaðan sem hún olli, eða væri blinduð af eigin broti, eigin synd, eins og hermennirnir við krossin? Það afsakar ekki gjörðir þeirra, en það gefur okkur annað sjónarhorn. Fyrirgefning krefst þess ekki að sá sem á okkur brýtur eigi hana skilið. Hún streymir frá hjarta þess sem mikið hefur verið fyrirgefið. Ímyndaðu þér móður sem missir barn sitt vegna tilgangslaus ofbeldis. Hún stendur í réttasalnum og horfir á manneskjuna sem splundraði hennar heimi. Þarf hún að finna fyrir fyrirgefningu? Nei, fyrirgefning er ekki tilfinning. Hún er val. Val að leggja steinin niður. Að segja, ég mun ekki láta þetta móta mig.
Ég mun ekki láta þetta eyðileggja mig. Það er svona fyrirgefning sem Jesús sýndi á krossinum. Það er fyrirgefning sem hann kallar okkur til að bera. Það þýðir ekki að þú gleymir sársauka eða lætur eins og hann hafi ekki gerst. Það þýðir að þú treystir réttlæti Guðs og sleppir byrðinni sem er að kremja sál þína. Það þýðir að þú skilur eftir steinin við rætur krossins, þar sem Jesús bar þunga allra synda, þar á meðal þeirra sem braut hjarta þitt. Svo þegar þú hugsar þennan þunga stein sem þú hefur borið, spyrðu sjálfan þig, er það þess virði að halda í hann? Eða er komin tími til að leggja hann niður og upplifa frelsið sem Jesús býður upp á? Dýpt fyrirgefninga Guðs til okkar. Gefðu þér rólega stund til að staldra við og líta á sjálfan þig í speglinum, ekki bara spegilmyndina, heldur sálina á bakvið hana, og veltu því fyrir þér hvernig gat Guð fyrirgefið mér. Þungi fyrri mistaka, orða sem þú vildir að þú gætir tekið tilbaka, val sem þú vildir að þú gætir afturkallað. Það getur verið yfirþyrmandi. En hér mætir dýpt fyrirgefninga Guðs okkur ekki með fordæmingu, heldur með miskunn sem er svo takmarkalaus að hún stangast á við mannlegan skilning. Biblían er skýr eðli Guðs. En þú ert Guðs sem fús er að fyrirgefa, náðugur og miskunnsamur, þolinmóður og elskuríkur. Nehemía 9:17. Guð fyrirgefur ekki af gremju eða trega. Fyrirgefning hans stafar af því hver hann er. Guð er ekki að bíða eftir því að við sönnum að við eigum skilið miskunn hans, því við getum ekki unnið okkur inn miskunn hans. Hún er gjöf. Ímyndaðu þér að standa í réttarsal og vita að þú ert sekur. Sérhver ásökun er sönn. Þungi gjörða þinna þrýstja þér niður eins og steinn, og þá lítur dómarinn á þig, ekki með reiði, heldur með samúð. Hann vísar ekki bara málið þínu frá, heldur tekur hann refsingu þína á sig. Það er hjarta Guðs. Þegar Jóhannes skrifaði, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, í 1. Jóhannesarbréfi 1:9, þá var hann ekki að birta mynda Guði sem fyrirgefur af trega, sem veitti aðeins fyrirgefningu sem síðasta úrræði. Nei, hann var að opinbera trúfesti Guðs, réttlæti sem er samofið miskunnsemi. Þar sem Jesús bar syndir okkar á krossinum, getur Guð með réttu fyrirgefið okkur. Hann sópar ekki bara syndum okkar undir alheims mottu, hann hreinsar þær, hreinsar okkur, gerir okkur ný. Og hreinsuninni er lokið. Hlustaðu á fyrirheit Guðs í Jeremía 33:8. Og ég hreinsa þá af allri misgjörð þeirra þeir hafa dríkt í móti mér, og fyrirgef þeim allar misgjörðir þeirra. Ekki aðeins sumar misgjörðir þeirra, ekki bara þær smærri. Allt er þetta kraftaverk fyrirgefningar. Sama hversu djúpur bletturinn er, miskunn Guðs er dýpri. Sama hversu langt við höfum vilst, náð hans nær lengra. Sálmarittarinn fangar gleði þessa sannleika. Sæll er sá afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hölin. Sálmur 32:1. Hugsaðu barn sem óvart brýtur vasa, skjálfandi við tilhugsunina reiði foreldra sinna. En í stað þess að skammast, grípur foreldrið, safnar saman bútunum og segir, ég skal sjá þetta. Það er gleði fyrirgefningarinnar, ekki bara að rangt sé þurrkað út, heldur að það sé skipt út fyrir kærleika. En hér er eitthvað sem við gætum mist sjónar á. Fyrirgefning Guðs snýst ekki bara að fjarlægja sektarkennd, hún snýst að endurheimta sambandið. Syndin skilur okkur frá Guði, en fyrirgefning færir okkur aftur í faðm hans. Það er eins og hann hvísli, ég hef tekist á við syndina, láttu hana ekki halda þér frá mér lengur. Þetta er ástæðan fyrir því að fórn Jesú var ekki bara greiðsla fyrir syndir, hún var boð að snúa aftur heim. Finnurðu hvernig þetta færir okkur ofar? Sannleikurinn fyrirgefningu Guðs er ekki köld hugmynd, það er veruleiki sem umbreytir hjörtum. Þetta snýst ekki bara það sem hann gerir, heldur hver hann er. Hann fyrirgefur vegna þess að hann elskar
og kærleikur hans er ótæmandi. Hugsaðu týnda soninn. Hann ráfaði langt og sóaði öllu því sem faðir hans gaf honum, en þegar hann loksins sneri tilbaka og bjóst aðeins við höfnun, fann hann föður sinn hlaupandi til móts við hann, opinn faðmur og tárin streymdu. Afsökunarbeiðnin sem sonurinn hafði spilað í huga sér komst ekki einu sinni fram hjá vörum hans áður en faðir hans vafði hann inn í fyrirgefningu og fagnaði endurkomu hans. Það dýpt miskunnar Guðs, kærleikur svo djúpur að hann hleypur á móti okkur, jafnvel þegar við erum langt í burtu. Í gegnum krossinn lærum við að okkar heimneski faðir elskar okkur af óendanlegum kærleika. Engin furða að Páll skuli hafa hrópað, en það sé fjarri mér að hrósa mér af öðru en krossi drottins vors Jesú Krists. Galatabréfið 6:14. Það eru líka okkar forréttindi að hrósa okkur af krossinum, forréttindi okkar að gefast honum af heilum hug sem gaf sjálfan sig fyrir okkur. Síðan fyrir ljósið sem streymir frá Golgata skínandi í andlit okkar getum við endur varpað ljósinu til þeirra sem í myrkri. Ef þú hefur einhvern tímann efast hvort Guð gæti fyrirgefið þér, láttu þessi loforð vera þín fullvissa. Fyrirgefning hans takmarkast ekki af stærð veikleika þinna, hún er takmarkalaus. Sama hversu djúp synd þín þá nær miskunn hans enn dýpra, og það er þar sem hið sanna frelsi byrjar. Hvað er fyrirgefning og hvað er hún ekki? Of oft litið á fyrirgefningu sem veikleika eða afneitun á því sem hefur verið gert, en það er alls ekki það sem fyrirgefning er. Við skulum hreinsa burt ranghugmyndir og afhjúpa sannleikann hvað fyrirgefning þýðir í raun og veru. Fyrst skulum við taka á þeirri ranghugmynd að fyrirgefning sé að afsaka gjörðir einhvers. Fyrirgefning er ekki að segja að eitthvað sé í lagi þegar það er svo sannarlega ekki, eða að láta eins og meiðsli hafi ekki átt sér stað, eða að þau skipta ekki máli. Sársökin sem þú hefur þolað er raunverulegur og Guð biður þig ekki að draga úr honum. Þegar allt kemur til alls, var Jesús ekki sjálfur sorgmæddur yfir synd og þjáningu þessa heims? Fyrirgefning snýst ekki að gera lítið úr því sem er rangt. Hún snýst að velja að láta það ranga ekki móta hver þú ert eða stjórna hjarta þínu. Í grunninn snýst fyrirgefning lausn. Þetta snýst að sleppa beiskju og þungum fjötrum gremju sem bindur þig við þann sem særði þig. Þetta snýst að leyfa náð Guðs að streyma inn í særða hjarta þitt, þvo burt eitur hatursins og skapa pláss fyrir lækningu. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og Faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun Faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Matteus 6:14 og 15. Orð Jesú hér eru bein, næstum óvænt. Hann tengir fyrirgefningu okkar til annarra við reynslu okkar af fyrirgefningu Guðs. Ekki vegna þess að við ávinnum okkur náð hans, heldur vegna þess að ófyrirgefanlegt hjarta hindrar flæði náðar hans. Hér er mikilvægur sannleikur. Fyrirgefning snýst ekki tilfinningar. Það er val sem stafar af hlýðni við Guð. Tilfinningar geta komið seinna eða ekki, en fyrirgefningin byrjar með ákvörðun að treysta Guði, jafnvel þegar allt sem í þér vill loða við sársaukann. Jesús sagði í Lúkas 6:37: Dæmið ekki og þér munið eigi dæmdir verða, sakfellið eigi og þér munið eigi sakfelldir verða, sýknið og þér munið sýknaðir verða. Fyrirgefning er ekki bara fyrir sakir hinnar manneskjunnar, það er vegna þinnar eigin sálar. Páll endur ómar þetta í Kólussubréfinu 3:13. Umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Hugsaðu þessa síðustu setningu. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður. Hvernig fyrirgaf Guð okkur? Algjörlega, frjálslega, áður en við áttum það skilið. Hann beið ekki eftir okkur
til að bæta fyrir okkur eða sanna verðleika okkar. Hann fyrirgaf okkur því kærleikur hans stærri en synd okkar. Samt þýðir fyrirgefning ekki að það hafi engar afleiðingar. Hann krefst þess ekki að þú haldir þér í skaðlegum aðstæðum eða sættir þig við einhvern sem hefur ekki iðrast. Köllun Guðs til að fyrirgefa afneitar ekki þörfinni fyrir visku og takmörk. Rétt eins og Guð fyrirgefur okkur en leyfir okkur samt að upplifa afleiðingar gjörða okkar, getum við líka fyrirgefið en á sama tíma verndað okkar eigin velferð. Ímyndaðu þér skuldafangilsi, dimmt, kalt og vonlaust. Í hvert skipti sem við hunsum fyrirgefningu lokum við okkur inn í því fangilsi, fjötraðir af biturð og reiði. En hér kaldhæðnin, við höldum lyklunum. Fyrirgefning lykillinn sem opnar dyrnar og gerur okkur frjáls. Það eyðir ekki sárinu, en það brýtur mátt sársaukans yfir lífi okkar og þegar við fyrirgefum, speglum við persónu Guðs sjálfs. Við ættum ekki að halda aðeins ef þeir sem hafa gert eitthvað að okkar hlut viðurkenni brot sitt sé okkur óhætt að veita þeim fyrirgefningu okkar. Það án efa þeirra hlutverk að auðmýkja hjörtu sín með iðrun og játningu, en við eigum að hafa anda samúðar gagnvart þeim sem hafa brotið gegn okkur, hvort sem þeir játa brot sín eða ekki. Þetta fyrirgefning í sinni hreinustu mynd, ekki háð gjörðum brotamannsins, en á þessi stað rætur í miskunn Guðs og trausti okkar á hann. Biblían varar okkur við hættunni af ófyrirgefningu. Í síðara Korintubréfi 2:10-11 skrifar Páll: En hverjum sem þér fyrirgefið, honum fyrirgefi ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna yðar fyrir augliti Krists, til þess að við yrðum ekki vélaðir af Satan, því að ekki oss ókunnugt vélráð hans. Páll viðurkenndi að biturð ekki bara persónuleg barátta, það andlegur hernaður. Ófyrirgefning opnar dyrnar fyrir óvininn til að sá ósætti, stela gleði okkar og halda okkur í stöðugum óróa. Það ekki bara hindrun á milli okkar og annara, það verður hindrun á milli okkar og Guðs. Kostnaðurinn við ófyrirgefningu yfirþyrmandi. Andlega skapar það gjá í sambandi okkar við Guð. Hvernig getum við kropið frammi fyrir honum, beðið miskunn, en haldið henni frá einhverjum öðrum? Jesú kenndi okkur að biðja: Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Matteus 6:12. Þetta tvennt óaðskiljanlegt. Að neita að fyrirgefa eins og að loka fyrir uppsprettu. Náð Guð streymir til okkar, en biturleiki hindrar hana í að flæða í gegnum okkur. Tilfinningalega eitrar ófyrirgefning hjörtu okkar, ýtir undir bitur sem breytist í reiði, gremju og jafnvel hatur. Í stað þess að finna lækningu spilum við aftur og aftur brotið og höldum sárinu fersku. Þetta eins og að drekka eitur og búast við að einhver annar þjáist, og líkamlega tollurinn jafn raunverulegur. Rannsóknir hafa sýnt að langvarandi reiði og gremja getur leitt til streitu, skaðað ónæmiskerfið og leitt til hærri blóðþrýstings og hjartasjúkdóma. Líkaminn ber þungan af óróa sálarinnar. En hér hinn merkilegi sannleikur: fyrirgefning gerir okkur frjáls, ekki þann sem særði okkur. Það gjöf sem við getum gefið okkur sjálfum, ákvörðun að segja: ég mun ekki láta þennan sársauka marka mig, ég mun ekki láta þessa gremju stjórna mér. Lofar Guðs í síðari Krónikubók 7:14 jafn sönn í dag og þá. Ef líður minn, sá viðmæðakenndur, auðmýkir sig og þeir biðja og leita auglits míns og snúa sér frá sínum vondu vegum, þá vil ég heyra þá frá himnum, fyrirgefa þeim syndir þeirra og græða upp land þeirra. Taktu eftir tengingunni: auðmýkt, bæn, fyrirgefning og lækning. Okkur ekki aðeins boðið að fyrirgefa, hún leiðin til endurreisnar. Leyfðu mér að deila sögu, einfalt en djúpstætt dæmi mátt fyrirgefningar. Ímyndaðu þér unga konu sem svikin af einhverjum sem hún bar traust til. Sársaukin skar sig inn í sál hennar. Í mörg ár bar hún þennan sársauka eins og neitaði að fyrirgefa, sannfærð að það myndi veita svikaranum óverðskuldaða lausn. En með tímanum fór biturleikinn að naga hana
stela gleðinni og spilla samböndum hennar. Einn daginn ákvað hún að biðja ekki fyrir þeim sem særði hana, heldur fyrir sjálfri sér. Hún bað Guð styrk til að fyrirgefa og þegar hún talaði uppátt, ég fyrirgef þér, fann hún óvænta þyngdarlyftingu af hjarta sínu. Ekkert fortíðina hafði breyst, heldur eitthvað inn í höfðinu á henni. Hún var frjáls. Það kraftur fyrirgefningarinnar. Það eyðir ekki sárinu, en það brýtur vald þess yfir okkur. Ef við höfum sært aðra með einhverjum óréttlátum hætti, það skylda okkur að taka sök okkar og leita sátta. Þetta nauðsynlegur undirbúningur fyrir að við getum komið fram við Guð í trú til að biðja hann fyrirgefningar. Síðan, með kærleika Krists í hjörtum okkar, munum við lyfta upp heilugum höndum án reiði eða efa. Og fórnir okkar munu verða samþykktar af Guði. Þetta snýst ekki bara þá sem þurfa fyrirgefningu frá okkur. Þetta snýst lækninguna sem við upplifum þegar við veljum að fyrirgefa. Hversu oft ættum við að fyrirgefa? Fyrirgefning ekki einskiptis athöfn. Það ekki eitthvað sem við merkjum á lista sem afgreitt mál. Fyrirgefning eins og Jesú kenndi viðvarandi ferli. Afstaða hjartans sem endurspeglar endalausa náð Guðs til okkar. En við skulum vera hreinskilin. Hversu oft höfum við spurt okkur? Hversu mikið of mikið? Hversu oft þarf ég að fyrirgefa einhverjum sem heldur áfram að særa mig? Pétur spurði Jesú einu sinni spurningu sem talar til kjarna þessara baráttu. Herra, hversu oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgjörir við mig? Svo sem 7 sinnum. Matteusarguðspjall 18:21. Líklega hélt Pétur að hann væri örlátur að fyrirgefa alltaf 7 sinnum. Þegar öll á botni hvolft þá 7 tala fullkomnunar í ritningunni. Það hlaut að vera nóg. En viðbrögð Jesú voru óvænt jafnvel átakanleg. Ekki segi ég þér 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Matteus 18:22. 70 sinnum 7. Það 490 sinnum. Var Jesús að stinga upp á því að við höldum skrá, teljum afbrotin af skyldurækni, þetta vel ná á mörkunum? Að sjálfsögðu ekki. Mál hans snerist ekki tölur. Það snerist takmarkaleysi fyrirgefningar. Rétt eins og miskunn Guðs gagnvart okkur óendanleg, ætti fyrirgefning okkar líka að streyma frjálslega án takmarkana. Hugleitu fyrirgefningu Guðs til okkar. Í 1. Jóhannesarbréfi 2:12 skrifar Jóhannes: Ég rita yður, börnin mín, af því að syndir yðar yður fyrirgefnar fyrir sakir nafn hans. Taktu eftir fullvissunni í þessu versi. Syndir okkar fyrirgefnar, ekki bara einu sinni heldur stöðugt. Þegar við komum til Guðs í auðmýkt, rennur fyrirgefning hans ekki út. Sama hversu oft við bregðumst eða föllum, þá flæðir hún endalaust. Vegna þess að það byggist á persónu hans, ekki veruleika okkar. Hugsaðu nú þetta. Í hvert sinn sem við leitum fyrirgefningar Guðs, staldrar hann ekki við og segir: Aftur, hef ég ekki fyrirgefið þér nóg? Nei, hann tekur okkur opnum örmum og minnir okkur á að náð Drottins ný á hverju morgni. Harmljóðin 3:22. Og hann kallar okkur til að veita öðrum sömu miskunn þegar okkur beitt rangindum. Við eigum að fyrirgefa vegna þess að Guð hefur fyrirgefið okkur. Sérhver blessun sem við höfum kemur í gegnum veruleika Krists. Með okkar eigin orðum mun andi okkar bera vitni hvort við séum þakklátt fyrir þá náð sem Kristur hefur veitt okkur eða ekki. Sjáðu fyrir þér barn að læra að skrifa. Við hver mistök gefur kennarinn því nýtt blað og segir: Reyndu aftur. Aftur og aftur fær barnið annað tækifæri, ekki vegna þess að það hafi unnið sér það inn, heldur vegna þess að þolinmæði og kærleikur kennarans meiri en mistök þess. Þannig fyrirgefur Guð okkur og það fordæmið sem hann biður okkur að fylgja. Þegar Jesús talaði að fyrirgefa 70 sinnum 7 var hann ekki bara að setja staðal, hann var að bjóða okkur inn í líf sem endurspeglar hans eigið hjarta. Líf þar sem miskunn sigrar dóm, þar sem náðin breiðir yfir hinn dýpstu sár og þar sem fyrirgefningin streymir eins frjálslega á kærleikur hans. Þetta ríki sem hann kallaði okkur til, ríki þar sem fyrirgefning ekki mælikvarði á veikleika,
heldur merki guðlegan styrk. Róttækt dæmi Jesú fyrirgefningu ein djúpstæðasta gjöfin sem Jesú gaf mannkyninu og hann ekki bara kenndi hana, heldur lifði hana. Hvernig hann mætti hinum brotnu og syndugu var róttækt náðaverk sem ögraði samfélagslegum viðmiðum og opnaði takmarkarlausan kærleika Guðs. Þessar stundir voru ekki bara birtingamyndir af samúð hans, þær voru sönnun á guðdómlegu valdi hans til að fyrirgefa syndir. Tökum söguna af bersyndugu konunu í Lúkas 7, 36-50. Atriðið gerist í húsi farisea, stað þar sem velsæmi og dómharka ríkti. Hún kemur óboðin inn, kona sem hefur orðstýr á undan sér, en henni alveg sama. Hún fellur að fótum Jesú, tár hennar streyma niður og blandast rykinu á húð hans. Hún þvær fætur hans með tárum sínum, þurrkar þá með hárinu og smyr þá með dýrindis smyrsli. Fariseinn horfir á með þegjandi fordæmingu og hugsar að ef þessi maður væri spámaður, myndi hann vita hvers konar kona þetta er. En Jesús sem les hjarta hans breytir augnablikinu í lexíu náðar. Hann segir dæmisögu 2 skuldunauta. Öðrum hefur verið fyrirgefin mikil skuld en hinum lítil. Þá spyr hann, hvor þeirra myndi elska hann meira? Þegar fariseinn bregst við, bendir Jesús á konuna og lýsir yfir að syndir hennar, sem eru margar, eru fyrirgefnar því að hún elskar mikið. Lúkasarguðspjall 7:47. Síðan snýr hann sér að konunni og segir þau orð sem hljóta hafa verið eins og regn inn í þurri eyðimörk. Syndir þínar eru fyrirgefnar. Lúkas 7:48. Þetta er meira en fyrirgefning. Þetta er endurreist. Í menningu sem fordæmdi og sniðgekk syndara lyfti Jesús henni upp og þakkaði ákærendur hennar með miskunn sinni. Kærleikur hennar var ekki orsök fyrirgefningar, heldur viðbrögð við henni. Og í því herbergi sem var fullt af dómhörku endur skilgreindi Jesú gildi hennar og sýndi að engin synd er of mikil fyrir náð hans. Í Markus 2 sjáum við annað töfrandi dæmi vald Jesú til að fyrirgefa. Lamaður maður er færður til hans, vinir hans svo örvæntingafullir að þeir rífa gat á þaki til að lækka hann niður. Allir búast við líkamlegri lækningu, en Jesús kemur þeim á óvart með þessum orðum: Barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Markus 2:5. Trúarleiðtogarnir fylltust bræði og hugsuðu: hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? Jesús þekkir hugsanir þeirra og bregst við með guðlegum skýrleika. En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn: statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Lækningakraftaverkið staðfestir vald hans, en stærra kraftaverkið var fyrirgefningin. Jesús var að sýna að hlutverk hans var ekki bara líkamleg lækning, heldur að endur heimta sálir. Samt gaf Jesús einnig alvarlega viðvörun varðandi fyrirgefningu í Lúkas 12:10. Hverjum sem mælir gegn mannssyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem lastmælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið. Hér talar hann einu syndina sem ekki fæst fyrirgefin. Hjarta svo forhört að það hafnar alfarið starfi heilags anda. Þetta snýst ekki eitthvað augnablik efa eða fráfalls, heldur viðvarandi neitun á viðurkenningu náðar Guðs þegar andinn samfærir og kallar. Það er kaldhæðnisleg áminning að fyrirgefning er alltaf tiltæk, en einnig nauðsyn þess að taka á móti henni af hjarta sem er opið fyrir umbreytandi krafti Guðs. Sálin sem snýr sér í skjól Guðs, jafnvel í algjörum vanmætti, er örugg. Hann mun taka við öllum sem koma til hans í einlægni, og það er fyrir heilagan anda sem sálin er færð til iðrunar. Þess vegna, ef það er stöðugt viðnám gegn andanum, verður afleiðingin endaleg höfnun á fyrirgefningu. Þetta er kjarninn í viðvörun Jesú. Fyrirgefning streymir frá starfi andans í lífi okkar, og að hafna því er að hafna sjálfu lífinu. Í gegnum þessa sögur fyrirgaf Jesús ekki aðeins syndir, heldur opinberaði hann einnig hver hann væri, frelsari heimsins. Fyrirgefning hans var róttæk, ekki bara vegna dýftarinnar, heldur vegna þess að hún náði til allra.
og náði til hinna útskúfuðu, fyrirlitnu og niðurbrotnu og hún gerir það enn. Hvort sem við krjúpum að fótum hans eins og bersynduga konan, lömuð af sektarkennd eins og maðurinn í rekkinni eða glímum við kall andans, þá býður Jesús sama boð. Komið til mín allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28. Spurningin er ekki hvort Jesús geti fyrirgefið, spurningin er hvort við tökum á móti. Munum við láta róttæka fyrirgefningu hans umbreyta lífi okkar alveg eins og þeir sem mættu honum fyrir löngu. Fyrirgefning umbreytir samböndum og læknar hjörtu. Ein áhrifamesta sagan fyrirgefningu Biblíunnar er sagan af Jósef og bræðrum hans. Svikinn af eigin holdi og blóði, seldur í þrældóm og skilinn eftir til að deyja. Jósef hafði fulla ástæðu til að gremjast. Sársauki svikana ristir dýpst þegar hann kemur frá þeim sem standa okkur næst. Samt þegar stundin kom til að takast á við bræður sína, kaus Jósef fyrirgefningu fram yfir hefnd. Í 1. Mósebók 50:20 lýsir hann því yfir: Þér ætluðuð að gjöra mér illt, en Guð sneri því til góðs. Fyrirgefning Jósefs endurheimti ekki bara samband hans við bræður sína, hún læknaði fjölskyldu þeirra. Það var brúin sem leiddi þá saman og leyfði tilgangi Guðs að þróast í lífi þeirra. Ímyndaðu þér þyngdina sem lyftist af hjörtum bræðra hans þegar Jósef, sá sem þeir brutu á svo alvarlega, faðmaði þá af kærleika í stað reiði. Þetta er kraftur fyrirgefningarinnar. Það frelsar ekki aðeins þann sem fyrirgefur, heldur gefur þeim sem er fyrirgefið tækifæri til að upplifa endurlausn. Annað merkilegt dæmi er endurfundur Jakobs og Esau eftir áralangan aðskilnað, ótta og biturð. Jakob býr sig undir að hitta Esau og býst við reiði vegna svikana sem hafði sundrað þeim. Þess í stað hleypur Esau til Jakobs, faðmar hann og grætur. 1. Mósebók 33:4. Fegur sátta þeirra liggur í óvæntri náð sem aðeins fyrirgefning geti gert mögulega. Aðskilnaður, sársauki og vantraust bráðnaði á þeirri stundu af þessu faðmlagi sem myndi okkur á að fyrirgefning getur endurbyggt jafnvel rofin sambönd. Fyrirgefning snýst ekki bara að bæta fortíðina, hún umbreytir nútíðinni og skapar von framtíðina. Fjölskyldur sem eru sundraðar vegna reiði og vinátta sem er rofin af svikum geta fundið lækningu þegar fyrirgefning kemur inn í myndina. Það eyðir ekki sárinu, en það fjarlægir hindranir gegn kærleika og sáttum. Sterkustu rökin fyrir fagnaðarerindinu eru kærleiksríkur og elskulegur kristinn maður. Í lífi slíks manns flýtur fyrirgefningin frjálslega, endurheimtir frið og traust og endurspeglar ímynd frelsarans. Hugsaðu foreldri og barn sem hefur verið aðskilin í mörg ár. Barnið íþyngt af sektarkennd óttast höfnun. Foreldrið sárt og fjarlægt glímir við sársauka fortíðarinnar. En eitt bréf, eitt samtal, ein biðjandi ákvörðun að fyrirgefa getur leitt til lækninga sem engin rök geta fært. Veggir gremjunar hrynja og í þeirra stað vex eitthvað miklu fallegra, samband endurnýjað af náð. Hugsaðu það. Meðan við vorum enn syndarar, meðan hjörtu okkar voru forhert og líf okkar flækt í synd, elskaði Kristur okkur. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í synduvorum. Rómverjabréfið 5:8. Fyrirgefning hans var ekki á nokkurn hátt hikandi, hún var algjör, róttæk og óverðskulduð. Þegar við fyrirgefum erum við að ganga í fótspor hans og endur óma hjarta hans. Með því að fyrirgefa opinberum við eðli Krists. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu í athugasemdakerfið. Fyrirgefning veitir frelsi. Deildu hugsunum þínum fyrirgefningu, hvað hún þýðir fyrir þig, hvernig hún mótar líf þitt eða jafnvel baráttuna sem þú stendur frammi fyrir að veita hana. Þessi trúarferð er ferð sem við göngum saman. Og leyfðu mér að skilja þig eftir með þessa hvatningu. Sama hversu djúpur sársökin er, sama hversu ómöguleg fyrirgefning er, náð Guðs gefur þér kraft til að fyrirgefa. Þú þarft ekki að gera það einn. Sami krafturinn og reisti Krist upp frá dauðum
er krafturinn sem mun mýkja hjarta þitt, lækna sár þín og leiðbeina þér inn í þessari vegferð. Biðjum saman. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir gjöf fyrirgefningar, bæði fyrirgefning sem þú hefur veitt okkur og fyrirgefningin sem þú kallar okkur til að veita öðrum. Við játum að stundum finnst okkur þá oft erfitt, of sárt og of stórt fyrir okkur að takast á við, en við vitum að með þér er allt mögulegt. Þannig biðjum við þinn styrk, náð og kærleika til að fylla hjörtu okkar. Hjálpaðu okkur að fyrirgefa eins og þú gafst okkur fordæmi fyrir, elska eins og þú elskar og ganga í frelsinu sem fylgir því að sleppa takinu. Í Jesú nafni við biðjum. Amen.